Já, hæ. Ég ætla nú að gera fyrir öll merki, eða stjörnumerki, núna hvað að koma í ástinni, eða hver ykkar energy, bara svona, sem að koma næstunni eða eitthvað svoleiðis. Ég ætla að reyna að hafa þetta stutt fyrir hvert stjörnumerki og ég verð með, fyrir hvert stjörnumerki þá verð ég með tímatöflu sem ég geti farið beint í eða hlusta á allt eða hvernig sem það er. Já, ég ætla að byrja á svona, já, ég ætla að byrja á steingetinni og ég ætla að fá energy svona yfir henni núna. Sjá hvað kemur fyrir steingetina. Hvað er komið í ástinni hjá steingetinni? Hvað er í hennar energy? Og þið fáið hérna Ancient Memories. Og það getur verið bara svona, hjá ykkur þá verður þið svolítið að horfa tilbaka og svona, já, og það gæti verið að ykkur sé að koma líka tilbaka til ykkar sem að þið heldur að vera löngu búið en þessi manneskja er kannski eitthvað að koma núna í ykkar energy, gæti við sagt. Og ég sé hérna, já, mér finnst eins og ég sé hérna mey og naut, en svona yfir öllu þá er svona blessing, þeir eru með svona einhverja blessing sem er eftir að koma inn og þeir kannski lítið á þetta sem einhver svona, þið trúu alla ykkar augum eða að þetta sé að fara að gerast eða þessi hluti sé að fara að gerast í kringum við okkur. Fyrir steingetina. From death comes rebirth. Já, það er eitthvað að koma tilbaka og það getur verið bara þið sjálf sér svona, ykkur finnst þér bara vera svona á nýjum stað, nýjum tíma, það er svona rebirth, bara ný þið, greinilega. Og þið eru eins og þið sjáu þá er hérna, getur verið að þetta sé þið eða ykkur sem er eftir að opna sig fyrir ykkur eða þá þið eru að fara að opna ykkur meira. Svona hvað þið viljið inn og hvað þið viljið út og eitthvað svoleiðis, Það er eins og að, já, I am Kali. En hver er að koma inn til ykkar? Steingeit. Næstunni. Hver er ykkar energy steingeit? Næstunni. Hver er ykkar energy steingeit? Ég sé hérna chariot og þetta getur tengst eitthvað sem er að koma til ykkar eða þá eitthvað svona ferðalag eða eitthvað svoleiðis, Og það er eins og að í þessu ferðalagi, þessu journey sem að þið eru búin að vera í gangi, þá eru þið svolítið bara svona, það er eitthvað sem sér ekki sólina fyrir ykkur heldur. Gæti verið sportdreki eða krabbi, svo sé ég ljóni hérna líka. En það er eins og að eitthvað vill koma inn sem vill
laga hlutina eða endurgera hlutina. Því að þau eigi greinilega eitthvað svona journey saman eða eitthvað svoleiðis sem hefur verið áður. Og það eins og einhver vill koma inn núna og laga og breyta. Þið fáið líka bógamanninn Sagittarius. Það gæti verið náttúrulega einhver í því merki kringu hjá okkur. Og hvað með framhaldið hjá steingervinni? Hver þeirra energy? Framhaldið hjá steingervinni. Framhaldið hjá steingervinni. Og hérna kemur Virgo aftur og það er hermitinn og það er eins og að hafa verið búið að bíða eða og það er eins og bara núna sé komin tími eða það er svona action, svona hlutir verið að taka action í einhverju og okkur slið sko. Og hérna segi ég pari þetta saman að það er svona verið að taka svona breytingar og action og mér finnst eins og þetta sé eitthvað bæði, eitthvað par. Það er það sem er hjá ykkur núna og það er eins og að það er svona verið að plana og leggja fyrir og það er svona verið að gera hlutina núna sko. Já. Og það gæti verið bara einhver vil koma inn með eitthvað ástatilboð eða vil gera eitthvað með þér eða eitthvað fleiri sko. Og þetta er eitthvað svona sem er búin að vera svona í ferðalagi með eða í einhverju journey eða eitthvað fleiri sko. Og það er eins og að í þessu ferðalagi eða það sem er búið að vera í gangi að það er eins og svona eins og ný byrjun bara. Það láta þetta duga fyrir ykkur steingitt. Jæja, vatnsberi. Sjá hvað er í ykkar energy, hver að koma í ástinni til ykkar vatnsberi. Það er eitt spil hérna úr Herbal Astrology Oracle. Hvað er að koma inn hjá vatnsberanum? Þið fáið Radiance. Það er hlutirnir eftir að svona eru eftir að verða eitthvað svona meira og það er eitthvað að koma inn og það getur verið eitthvað sem er í kringum hjá okkur vill koma inn, rossa inn og með einhver flýti og það er eins og svona að vera eins og að blása lúður eitthvað bara það er eins og sé ekki hægt að bíða með eitthvað og ég sé hérna líka eldur hérna og eins og að kveikna í húsi og það gæti verið að hafi verið eitthvað svona áður eitthvað árið ekki neinu eins og allt verið búið en svo er eins og að hlutinir fara að breytast núna og gæti verið eitthvað tengst eitthvað gæti eitthvað verið eigi kannski 3 börn eða eitthvað eða eitthvað flest en það er eins og að þú sjálf sko ert svona að tilbúin í allt kannski mætti segja
Það er eins og þú sért svolítið að blómstra og það er alveg svona, svona margir möguleikar og eitthvað fleiri sko. Þú ert svona nýjum stað og eitthvað fleiri sko. Og það er eitthvað líka rosa góða fréttir hérna á næstunni. Það sem er að koma inn. Og það gæti verið að þessi frétt, það gæti verið eitthvað sem hafa verið að bíða eftir. Gæti tengst líka getnaði eða eitthvað fleiri sko. Það sé eitthvað svona, já, ólétti eða eitthvað fleiri sko. Þarf ekki að vera. Eða þetta eru eitthvað svona góða fréttir og þetta tengist heimili. Og samband náttúrulega líka. En það er eitthvað sem vill koma inn sko. Sjá hérna meira. Það gæti líka eitthvað tengst samt við vorið. Meira fyrir Vaspera. The Power of Three. Það gæti verið að sé ykkur í kringu ykkur sem er heldur fast í ykkur eða þá þú og það er eins og að, já, þið finnst þú vera sem þurfa að vera standa svolítið eini að gera hlutina en það eru, það er eins og þurfa að vekja annað fólk í kringum hjá okkur líka. Gæti verið ykkur hérna í bógamannunum eða þá meginverkinu. Og þetta gæti eitthvað tengst desibel sem að eitthvað sem að einhver góða fréttir koma eða eitthvað kemur upp þá. En hvað er að koma í ástina eða hver er ykkur energy eða Vasperanum? Eitthvað, ég veit ekki, St. John, ég veit ekki, það er eitthvað svona, eitthvað við þetta. En það er eins og ef þú finnst þú búin að vera eitthvað einmana eða ekkert svona vera að gerast kringu það er það eftir að breytast. Það er hérna breytinga með það, félagslega sér sko. En hvað er komið í ástinni á Vasperanum? Vasperanum, hvað er komið á Vasperanum? Það getur verið einhverju sem manneskja sem hefur áhuga er að horfa á einhverju nýju ljósi og eða þá þú á þessara manneskju. Og það er eins og að hlutir eru ekki eins fastir eins og hélst. Þannig að opnast eitthvað nýja leiðir og það er eins og divine timing á einhverju. Já, kemur aftur Knight of Swords sko, það er eitthvað eins og að einhver vill svona flýta hlutunum og vera að gera hlutina hratt. Ég vil bara koma inn. Já, og vilja gera svona einhverja breytingar, svona, og gæti verið einhver í krabbamerkinu, fiskamerkinu
og já, fiskurinn hérna og fiskur hérna. Gæti verið líka vatnsmerki, krabbi, fiskur og sporðdrykki. Eða tvíburi og vatnsberi. En það eins og þessi sem í ykkar Energy að vill koma inn og svona laga hlutina og svona, það eins og þú vilja svona opna fyrir ykkur og það getur verið hefur verið eitthvað svona fast varðandi samskipti erfiðleikar eða eitthvað, ekki verið að tala saman og það eins og það svona koma breytingur á það hjá okkur varpari. Ok, svona mér finnst eins og það er eins og svona einhverja pælingar líka með húsnæði gera eitthvað meira og þetta gæti verið líka samt við kannski að fara með sambandi á hærra level og eitthvað svoleiðis sko. Ég sé hérna líka nautmið og steingeit en það er eitthvað sem er svona eitthvað sem samt er svolítið eins og að vera að halda aftur á upplýsingum eða eitthvað svoleiðis sko og það er kannski ekkert að segja þér eitthvað og þið finnst þú þurfa að vera kannski að já, endalaust að vera að biðja samskipti. Það er eitthvað samt í það. En já, en það er eitthvað sem kemur róandi inn og það gæti verið líka ef þeir eru alveg single eða eitthvað svoleiðis að það sé eitthvað samt eftir 2 mánuði og eða þá eitthvað samt í desember sem að þið getur séð þessa breytingu og mér finnst þess að manneskja sé samt í ykkar Energy. En ég ætla að láta þetta duga fyrir ykkur, nei ég ætla að fá eitt hérna, vatnsberann. Það eru hraða breytingar. Það er svona eins og vera að spá spekulur og svona með eitthvað svona. Jæja fiskar, hvað er í ykkar Energy? Hvað er komið í ástinni eða svona hvað er ekki? Þá hérna eitt þessu orgulspili, Herbal og Astrologi þetta. Eitt fyrir fiskana, hvað er þeirri Energy og hvað er komin? Dream, þetta er nú bara svolítið þið. Já, það er eins og að það sem er komin, það er eins og að þetta er eitthvað sem þið hafi svona óskað ykkur eða svona, þetta er eins og að þið hafi séð þetta fyrir ykkur og þetta er svona, er svona eitthvað verða veruleika. Það er svona, já, gæti hafa verið eitthvað svona, búin að vera eitthvað svona óþolinmæði líka með eitthvað. En svona, það er eitthvað sem að, það er eitthvað breytir sem koma inn varðandi ástalífi sko. Þið fáið hérna 41. Poppy. Eitthvað svona poppy kannski. Gæti verið korpur. Þetta ekki. Herjá, fáum eitthvað meira. Það er nú svolítið eins og að sé allt eitthvað svona svolítið hulið og þið sjáuð ekki svona, finnst ekkert sjá svona eitthvað framöndan. En það er komin breyting á því og meira fyrir fiskana, hvað er það sem þurfa að vita fyrir fiskana, ástina. You miss someone, shallow grave. Já, það er kannski eitthvað sem kemur inn sem að saknar ykkar 9, 10, 11 og það er eins og svona vilja laga eitthvað, bæta eitthvað og það sem að svona
getur verið að þetta hafi verið samband sem hefur verið eitthvað of stutt eða eitthvað fleiri sko, en það er eins og að núna sko vil þessi manneskja koma inn eða og eitthvað fleiri sko, það er bara svolítið spurning hvað þið gerið sko. Og ég sé fiðrildi hérna, það getur hafa verið svona búin að vera svolítið, já, ekki svona vera að ganga upp. Þeir sem eru alveg single og það var svona eins og að þau er bara svona búin svolítið að gefast upp. En það er eitthvað svona, eitthvað í gangi. Hvað meira fyrir fiskana? Þetta verður eitthvað komið inn líka sem að þið er ekki búin að heyri lengi og það er svona eins og að, já, þetta verður svona kærkominn hittingur. Þetta verður svona símtala eða eitthvað úr lið sko. Hvað meira fyrir fiskana? King of Pentacles. Já, þetta verður eitthvað 29-41. En það er eins og, það er eitthvað svona nýbyrjun. Gangi. King of Pentacles vill koma inn. Eftir eitthvað nefndir, já. Geta það verið svona, eitthvað svona from the past eða eitthvað sem þið hafa alls samskipti við. Nautmið og steingitt. Krabbafiskur, sportryggi og The High Priestess. Það gæti verið af eitthvað manneskja sem þið hafi svona gefist upp og vilja fara svona eitthvað annað sko, eða það sé manneskja. Það gæti náttúrulega verið að þessi manneskja vilja koma inn og svona ræða hlutina eða eitthvað fleiri sko. Það er eins og það er svona, vilja svona fara að gera hlutina svolítið öðruvísi eða svona vera að horfa eitthvað annað. Já, og það er hérna Seven of Cups sem er, það er bara hvað að gera og það er eins og að vera að segja hérna fiskar eða hlusta svolítið á ykkar innsæði svona hvað að gera og það er það sem er réttast að gera. Þetta gæti verið líka alveg ný ást að koma inn líka. Hvað meira fyrir fiskana? Gæti verið einhverju nautnsmerkinu líka hérna. Eight of Wands. Já, þessi manneskja er svolítið, sem er ykkur energy, er svolítið svona, já. Það veit ekki hvað það vill eða eitthvað fleiri sko. Eitthvað hæðsla hérna. Þetta gæti náttúrulega verið þið líka. Gæti verið eitthvað samtíð við júlí, ágúst. En hjá okkur fiskar þá kemur inn, getur verið svona snögg samskipti eða svona allt í einu bara þurri sko og okkur manneskja sem vil gera eitthvað svona, gera eitthvað, getur verið planum eitthvað svona date eða hitting eða eitthvað fleiri sko og svona vera að gera eitthvað meira og eitthvað samtíð við ferðalega eða eitthvað tengst eitthvað samtíð bíl og það er svona, já. Það gæti verið að það sé svona, kannski líka hræðsla að þetta sé bara eitthvað svona toxic, það gæti hafa verið mikið svona toxic, svona samskipti á milli ykkar, svona eitthvað fram og tilbaka, fiskar.
En það er greinilega eitthvað sem vill koma inn, biðjast fyrirgefni eða taka einhverja nýja leiðir og kannski laga eitthvað. Það er steinkytta líka, krabbi og það er eitthvað, pæsan hérna líka, hrútiljónabúamær. Það láta að duga fyrir ykkur fiskar. Bæ. Jæja, hrútur. Hvað er að koma í ástunni við ykkur, eða hver er ykkar energy, hvað er að koma svona inn á næstunni. Og ég ætla að byrja að fá eitt spil úr hérna Herbal Astrology fyrir ykkur. Og já, fá eitt til þeim fyrir hrútinn. Hvað er ykkar energy, hver er svona ástunni við hrútinn. Nurture. Já, love. Það er eitthvað svona lemon balm. Ég sé hérna býflugu og já, það getur verið eitthvað tengt vinnu eða eitthvað svona tengt vinnu eitthvað dæmi sko. Og 52 eða 52 getur verið eitthvað svona fyrir ykkur. Sjá hérna. Já, það getur verið eitthvað góða gegnumvalandi vinnu eða eitthvað svona tengt vinnu. Þegar býflugur eru eitthvað sem tengist vinnu og það sem það eru búin að vera svona að hafa fyrir og þetta gæti verið manneskjan sem að þið eru að hugsa til líka eða sem er í ykkar energy. Meira fyrir hrútinn, hvað er það sem meira? Healing from heartache, mend a broken heart fairy. Og það getur verið þessi manneskja að vilja koma inn aftur og laga eitthvað sem hefur farið misvið eða öfugt. Og það er eitthvað samt við svona, já, brotið hjarta eða eitthvað sem hefur komið fyrir sem hefur svona en þetta er eins og að kemur hérna winged shear, you see clearly, clairvoyance og þetta er kannski eitthvað sem þið svona já, vissuð eða eitthvað, úst getur verið eitthvað 36 ára líka hérna. Við höfum að sjá hvað kemur og það getur verið eitthvað sem vilja koma tilbaka og laga eitthvað og byrja fyrirgefningar eða eitthvað fleiri sko. Nei, ég ætla að fara inn á þessu. Hvað er að koma inn? Það gæti verið að þið sem svolítið bara hýla svolítið sjálf hjarta ykkar eða eitthvað svolítið sko. Hvað er að koma inn fyrir ástina? Hvað er að koma inn fyrir ástina? Hvað er að koma inn fyrir hrútinn? Í ástinni og hvað er þetta energy? Nine of Cups. Ace of Cups. Það gæti verið að þið séu svolítið þessi manneskja
Já, að ég finnst já, vel svolítið sjálfselska eða eitthvað fyrir sko, eða ekki sé rétt úr hlutunum og þeir svolítið núna bara svolítið að spá og spekula hvað að gera varðandi ástina. Og það eins og afbrýðisemi og öfund og eitthvað svona, eða eitthvað sem getur verið bara svona utakomandi fólk sem hafa verið svolítið að trufla, getur verið. Og þeir eru bara svolítið svona að spá og spekula og svona að hafa þetta eitthvað svolítið tilbaka og eitthvað svona hvað að gera varðandi ástina. Og það eins og þið viljið bara gera það sem að rétt fyrir ykkur og það eins og að sé svona eins og, hvað heitir það, að vera hallucinate, ekki sjá hlutina alveg eins og það eru. Og það eins og að það sé vera að biðja það að þið þurfið að sjá hlutina eins og það eru. Eitthvað fleiri sko. Já, það getur verið eitthvað í meyjamerkinu og það getur verið líka, já, krabbi, fiskur, sportdreki og okkur nú tóm. Já, tvíburi og vaskari. Það standa hér upp úr og meyja. Hvað að koma fyrir, hvað að koma í ástinni og hrútnum. Það getur verið eitthvað, það hafi verið svolítið að halda aftur þessu eða kannski þið dreifið eitthvað baka eða eitthvað fleiri sko. Það eitthvað líka, eitthvað svona pælingavarðandi ferðalag eða eitthvað fleiri sko. Gera eitthvað nýtt. Gæti líka týnst bíl, það getur verið þessu eitthvað svona samt í bílakaup eða eitthvað fleiri sko. Og eitthvað, já, fáið einhverjana fréttir. Og já, það eins og að já, ekki sagt nema það að það svolítið bara svona meira að vera svona hýla hjartað og eitthvað sko, þessi bannaskæði getur verið svolítið þannig já, eitthvað svona eins og hafa komið eitthvað svona svik eða eitthvað svona komið eitthvað upp á. Ekki beinlega svik, það svona verið svona afskipti og eitthvað fleiri sko. Og eitthvað samt við ferðalega líka sko. Og naut mig að stengja eitt. Þetta, já, mér finnst samt frekar eins og þetta sé eitthvað samt við faratæki eða eitthvað ferðalega. Emperor og vinna. Það eins og þið svona, það getur verið þessi manneskja sé svolítið bara svona kannski upptekin í vinnu eða svona og hafi kannski já, meira svona já, vill svona vera kannski meira í stjórn kannski getur verið og en það eins og að það eitthvað sem þarf að laga og víla og það eins og að það hafi verið labbað í burtu eða eitthvað svona gert eitthvað og það ekki gert í að laga hlutina eða eitthvað fleiri sko, hvernig að segja það. Og þetta eitthvað svona from the past eða eitthvað fleiri sko sem ekki búið kannski að gera upp við eða eitthvað fleiri sko. Gæti verið.
og það er náttúrulega, gæti verið kannski eitthvað annar hrútur hérna líka, eða þá að, já, það er eiginlega svona næstu öll svona stjörnumerki hérna. Ég ætla að láta þetta duga fyrir einhver hrútur. Bye! Jæja naut, þá komum við á ykkur. Það er hérna, já, ég ætla að byrja að fá eitt hérna spil fyrir ykkur úr Herbal Astrology. Hvað er komið í ástinni, hvað er ykkar energy hjá okkur naut. Hvað er að koma í ástinni, hvað er ykkar energy, hvað svona, hvað heildar hérna, strength, motherworth. Það gæti verið kannski eitthvað manneskja sem er í eitthvað stendur við hliðina á okkur eins og, já, þið fáið mikla umhyggju, ást eða eitthvað svona samt í það. Það gæti verið eitthvað í ljónsmerkinu og það gæti verið bara tengst fjölskyldunni líka. Death, Angel Trumpet. Það gæti verið eitthvað 46 líka. Eitthvað samt við 13. Það gæti verið varðandi húsnæði líka. Að það er eitthvað svona, já, það er svona, er að koma, eða svona, það getur verið bara það að þið sjálf naut sé að svona, hjarta ykkur er svona, það er að breytast eitthvað. Það eru svona, tilfinningarna ykkur að breytast og þið eru svo svolítið svona bara, það sem þið er að gera alveg, frá hjartanu, ekki eins og þið hafa gert það áður, en það er kannski ykkur, og já, það gæti verið kannski ykkur annar sem að þið finnið breytingu svona hugarfarslega, eða ekki hugarfarslega, hjartalega sér að þessi manneskja farin að sýna meira tilfinningu og svona, þið finnið mikið öryggi frá þessar manneskju. Kannski mikilvægt að eiga róskvarts líka, kristallin róskvarts hérna, æpir á mig sko, og það getur verið kannski svolítið að þurfa að hýla hjarta smáðu líka þýtt það. Þetta er eins og líka nýbyrjun, gæti fengið fréttir með eitthvað varðandi eitthvað nýtt að koma inn. Og eða eitthvað sem þið hafa óskað eftir. En það er eins og að núna framundan svona, það er svo mikið öryggi og svona styrkur sem þið búið yfir. En hvað meira fyrir nautið? From death comes rebirth. Já, það er svona breytingar sem þið sjáið og gæti verið, sko, þið kemur að hafa Kelly aftur hérna. From death comes rebirth. Og það er svona eins og það sem þið eru búin að ganga í gegnum er bara, það er bara svona ný byrjun og öllu. Og það er svona, þið sjáu hlutinu svolítið öðru ljósi einhvern veginn. Það er eins og þið hafi verið svolítið bara svona, já, ekki sé hlutinu alveg nógu vel eða eitthvað. Það er að koma fyrir nautið í ástinni á næstunni. 7 Wands fyrir nautið á næstunni. 2 of Cups. Gæti verið einhver manneskja sem hefur haldið svolítið svona ekki hleypt þið nógu mikið inn til sín og það er svo, og svona hefur verið lokað á eitthvað. Nautið. Það er meia hérna. Það er hérna,
Megin, Hermit. Já, það gæti verið að þið svo svolítið svona að þessi manneskja svolítið að sko hef farið svolítið í mikið hjartasorg eða eitthvað slíks. En það eins og að það sé eitthvað svona nýbyrjun, kannski hafið þið tekið saman aftur og það bara svona eins og að sé ennþá svona þurfa að verja sig og ekki hleypa of mikið inn. Það svolítið þannig sko. En það eins og að þið hafið eða þessi manneskja vill gera eitthvað svona, já, gera þetta svolítið meira. Naut. Og það gæti verið svona, já, sjá hérna, það vilja gefa þér einhverja gjöf eða gera eitthvað, það eitthvað sem kemur svoleiðis inn, sko. Og gæti verið svona, já, segja það nautmegi á steingettina, það rútljón og búamaður og það krabbi hérna, fiskur. En það svona, já, bæði svona að vera að passa upp á svona kemur inn en ekki að gefa mikið en svona það eins og að vera að passa upp sitt. Og það kannski þið sjálf, þið að passa upp á ykkur sjálf og að vera ekki eitthvað, og það tengist eitthvað samt við hjarta eða eitthvað svolítið sko. Og það nýbyrjun og þetta svona eitthvað svona hluti sem að bara svona að þróast, mætti segja. Svona hvað meira fyrir nautið. Það hérna hrútur. Swords. Það svo, sko, getur verið slúður eða svona eitthvað ójafnvægi, að hvað skal gera, getur verið eitthvað svolítið, sko, og það eins og, það eitthvað sem að stoppa, það út af að hlutirnir það ekki svona að vera að tala hlutina, það bara svona eins og, frekar að vera að taka action eða eitthvað svolítið, sko, og það rosalega svona allt í svona vaka og veltu hvað verður sko en það eins og það vilja taka action en hvað verður eins og eiginlega veltur svolítið bara því hvað þú gerir og það eins og, já, getur verið sko að það hafi verið eitthvað svona sambland af einhverju öðru fólki eitthvað annað komið inn eða eitthvað sko og það eitthvað svona sem að hefur verið kannski að stoppa eitthvað. En þú ert alveg hérna og þú ert komin á góðan stað með þitt lífi en það greinilega að þú vilt taka svona ákvörðun sem eru bara góða fyrir þig. Það eins og að, já, eitthvað samt að samskipti. Já, þetta já, ásakið það var bankað, smá truflun, en það eins og þessi manneskja svona, já, það kannski hlutir sem hafa gerst sem að, já, það svona, en þá kannski verið að halda í eða eitthvað fyrir, sko, gæti verið, sko, eða þá þú, en það hérna, sambandið og það eitthvað sem er rosalega svona sér eftir hlutunum og eitthvað svolítið sko svona getur verið eitthvað svolítið en já þetta látum þetta duga fyrir þá nautið já, hæ tvíburi Þú ætla að sjá hvað kemur hjá ykkur, hvað komið ástinni, hvað ykkar energy
sjá hvað kemur inn og ég er með hérna oracle-spil sem að heita Herbal Astrology. Það var eitt fyrir tvíburan að nema myndir. Það kemur inn. Dragon Blood, nummer 50. Það getur verið eitthvað verið 51 árs líka hérna. Já, ég sé hérna tvíburar, þið eru bara á rosalega svona góðum stað, svona þið sjáu hlutina svolítið svona herra perceptive, herra ljósið eða já, það er svona eins og þið er svolítið tengt við sjálfan ykkur núna. Það ég sé auga hérna og þetta er eins og mér finnst lífsins tré og þetta eru dreki og það getur verið svona, já, þið eru tilbúin svona að passa, þið eru svona á þessu stað núna, þið eru bara viljið passa upp á það sem þið hafið. Ekki að sé neitt að eitthvað að skera í tréð og það er þið sjálf og fjölskyldan. Það er kannski eitthvað sem tengist eitthvað samt við dreka líka. Og Grace. Og þetta er eins og, já, það er eitthvað sem kemur inn líka sem að, hérna, að þetta er eiginlega stjarna, þetta er eitthvað sem að eru manifesta og þeir eru kannski líka fullu núna manifesta og það er kannski eitthvað sem þeir eru að manifesta núna inn varðandi ástina. Já. Tvíburan að nema myndir, að nema er svolítið eitthvað samt, að nema og anime er kallmaðurinn, maðurinn og það er svolítið, já, og það þið er svolítið í stjórn, þið svona eru svona þannig á þannig stað. Meira fyrir tvíburan. Alltaf kemur þetta hérna allstaðar. Hjá öllum. Kannski er allir að ganga að fara á nýjan stað og eitthvað sem maður vill laga, eitthvað vill koma inn. Og þetta er eitthvað samt við samskipti og það er búið að vera kannski einhver samskipti líka. Og kannski líka ghost people kemur hérna. Það getur verið að þið svona hafi svolítið lokað ghost people sko. Eða þá fólk við ykkur svona. En já. Eitthvað samt við, já, það getur verið að þetta er eitthvað kannski manneskja sem þið er hægt að tala við sem er að koma inn, eru ykkar energy núna. Þið þurft að setja kannski fótinn fyrir niður. Eða eitthvað fleiri sko. Hvað er að koma í ástinni og hvað er þeirra energy á tvíburunum. Six of Pentacles. King of Swords. Hvað er í ástinni, já, tvíburunum. Það er kannski einhver ákvörðun sem þið hafið tekið og kannski verið fengið nóg af einhverju sko. Það fáið inn að tenna svort sérna líka og það getur verið einhver manneskja líka sem að er kannski í svona, já, eða finnst þú vera svona backstabbed eða eitthvað fleiri sko eða en það er greinilega hef ekki verið svona jafnt gefið hjá þessari mannesku eða eitthvað leið sko
og þú ert svolítið týpur að hlusta núna bara svolítið á þitt innsæi og þið fáið hérna Ten of Pentacles og þetta það sem þið stefnið af að manifestera greinilega. Þetta verið energy, þetta verið naut með að stengið, vógin, nautið, já, og tvíburi og vaspuri, krabbin og sportryggi. Page of Swords, þetta eitthvað sem að þið sjá ekki ef kemur inn. Það eitthvað sem að kemur inn með fréttir eða þið fáið fréttir af okkur. Þetta eitthvað sem þið sjá ekki fyrir. Það eins og þið fáið að vita kannski ástæðinu fyrir því eitthvað varðandi ghost eða ákveðu voru ekki inn í samskipti eða eitthvað svoleiðis sko. Það eitthvað sem vill koma og laga og bæta varðandi það. Svo þetta líka bófamaður hérna, vasperi. Og krabbi. Já. Og það eins og einhver hérna vilja koma inn og gera nýja byrju. En það eitthvað svona konfliktar og eitthvað fleiri sko og svona hvort það sé eitthvað annað eða eitthvað svona annað í gangi eða eitthvað fleiri sko. Þá var maður meira fyrir tvíburan. Page of Wands. Þetta eins og að þið þurfa svona svolítið að hlusta innsæðu hvað að gera til þess að fara í Ten of Pentacles af því að þetta greinilega manneskja sem að vill allt með þér og tilbúin að fara með þér alla leið. Og þetta greinilega eins og þetta sé eitthvað sem að þið hafið þekkt á þér eða eitthvað sko sem eitthvað energy. En það eitthvað svona hræðsla höfnun, svolítið hérna í þessu hjá okkur tvíburar. Og þetta gæti verið einhver mannski sem að, þetta svona eins og repeating cycle. Svona, síðan Snow Angel og hérna eins og þetta hafi verið áður. Og svo bara eins og þurfa svolítið hvað þið viljið gera svolítið tvíburar til að láta duga fyrir ykkur. Já, það naut mig á stengið hérna. Bye. Já, krabbi. Nú komið á ykkur. Hvað komið á ástinni? Hvað í ykkar energy? Hvað ætla spilin að segja? Það byrjaði að nota orgulspilin Herbal Astrology. 1 fyrir ykkur krabbi. 1 fyrir krabban. Metamorphosis. Já, það eins og að ég kann ekki að lesa þetta. Gæti þið kannski skilja þetta en þetta eins og að það eins og þið að ganga í gegnum eitthvað tímabil og það eins og allt sé í gangi, það hormónar og allt saman, bara allt í rugli og það eins og þið sé að endurfæðast skilur sjálf og það getur verið líka manneskjan í kringum okkur sem vilja svoleiðis eða þá þið eða svona
gamla þið að fara í nýtt og það gæti verið sko já, það eins og snákurinn, hann skiptir ham það bara komin tími og það svo mikla breytingar í gangi og það eins og já eitthvað svoleiðis og gæti verið líka eitthvað varðandi já, ég get ekki sagt meira og það eins og gæti verið einhver manneskja sem í kringu hjá okkur líka með tobacco offering og það eins og að hlutirnar fari svona aftur og aftur í sama gæti verið eitthvað samt við reykinga líka, eitthvað smoking, eitthvað svona Nú, 24 Það gæti verið kannski eitthvað svona gæti verið nýtt tilboð eða eitthvað sem kemur inn sem vil bjóða þér eitthvað nýtt nýja breytingar líka svona eftir transmúta eitthvað það eins og að það eftir að breyta svo miklu það eitthvað svona eitthvað ákvörðun sem tekur sem eftir að breyta miklu þú segir það gæti verið eitthvað varðandi eitthvað manneskju líka Two Little Witches Magical Space Clearing Time. Það eins og þau þurfti að hreinsa til í kringum eitthvað sem var ekki að vera að gera gott. Það kústur hann sko. Það eins og, já. Svona að sjá hluti með einhverju öðru ljósi eða eitthvað svoleiðis og sjá hvað bara svona smá eitthvað sem hefur verið að stoppa eitthvað að fara áfram það bara eitthvað, þú þurfir að sópa eitthvað hornið eða eitthvað svo þetta að breyta vikli ég veit ekki en hvað að koma í ástinni hjá krabbanum? Gæti verið eitthvað tengt Júlí eða þá Meyja hennar líka Tower ofta eitthvað sem kemur óvænt eitthvað sem gengur ekki upp eða eitthvað og Three of Swords Empress hvað hjá krabbanum, hvað komið hjá krabbanum Fool Já, það eitthvað sem að getur verið eitthvað kona eða eitthvað lífi eða eitthvað sem að svona vill fara á nýjan stað eða vill fara eitthvað eða gera eitthvað, ég veit ekki. Og það eins og það eitthvað komið upp á sem hefur verið kippt undir fótunum og það getur verið bara eins og bara sjálfstraustið eða eitthvað fleiri sko. Þessi manneskja svona vill núna sko það eins og að vilja laga eitthvað og hýla eitthvað það svona eins og að vilja fara á nýjan stað og breyta til og svona það kemur eitthvað svo óvænt upp á sko og vilja fara að gera eitthvað annað saman sko kannski, að fara eitthvað annað stað og það eins og það sé eftir að laga eitthvað. Og þá þið fáið sönnina.
Já, það er kannski verið búið að vera svo mikla pælingar og eitthvað svoleiðis sko og svona konflikta kannski líka varðandi hvað að gera, hvert að fara og eitthvað svoleiðis sko og það er eins og að það verður tekið svona action að reyna að laga hlutina og gera eitthvað saman og það er samt eins og það sé sko svona já, ekki geta séð hlutina alveg í réttu ljósi eða hvað skal gera það er svona svolítið lúsið með eitthvað en ekki ekki En það er svona svolítið að vera að spá og spekula og það er svolítið að vera að horfa tilbaka líka á eitthvað svolítið sko. En það er eins og að þessi manneskja finnst að það sé svolítið mikil vinna kannski og hvað skal gera eða eitthvað. En það er eins og það sé svona, já, hefur ekki verið samstæða en svo er það eftir að lagast og þið er eftir svona að vinna saman með hvernig hlutirnir eiga að fara. Og þetta gæti verið varðandi stöðuleika eða samband eða svona, já, þetta er svona stóra breytingar sem það er að fara að gera. Það gæti verið bara náttúrulega eins og flutningar eða eitthvað sko, og að það er svona eins og, já, að hlutinni sé ekki ganga eins hratt eins og þið vonað en svo kemur þetta inn bara splass eða eitthvað. En það er eins og að sé eitthvað smá svona vonbrigði eitthvað samt við að þetta sé ekki að ganga eins hratt eða ganga vel eins og já, það er eitthvað svoleiðis sko. Hvað meira verið krabban? Þetta vildi koma, það er eitthvað hérna frá the past, eitthvað svona vill koma inn og svona þetta er svona svolítið vinalega, gæti verið bara svona að vilja svona hafa samband eða eitthvað svoleiðis sko. Þetta getur verið líka fjölskylda, Queen of Cups og Queen of Swords, Magician. Og það er eins og, já, Queen of Cups og Queen of Swords. Það gæti verið svona, já, að velja milli kannski eða eitthvað, þannig að sjá hvað verður. Þetta er þá Meyja, nei, já kannski eitthvað Meyja hérna, en það er hérna krabbi, sportskur fiskur, tvíburi og vassburi. En það er eins og svona því uppi staðið þá er sætti og svona eitthvað sem kemur tilbaka. Og það er eitthvað góð lukka sem það er að fara mannversta. Það er eitthvað stress og kvíði eitthvað svona hvað verður. Ég ætla að láta þetta duga. Já, hæ ljón. Því að sjá hvað kemur hjá ykkur, hvað er ykkar energy, hvað er komið í ástinni. Sjá hvað kemur. Við erum með oracle-spil sem heitir Herbal Astrology. Og eitt fyrir ykkur, ljón, það er ykkar energy, það er komin, enchantment, hérna, það er eins og sætti, það er eins og svona shape-shifting, það er eins og frá dagi til nótt. Það er svona breyting bara frá einu degi. Það kemur inn bara eitthvað sem breytist mjög fljótt. Og hlutirnir fara að ganga upp eins og magic. Eitthvað 37, eitthvað samt í 15. Gæti verið eitthvað í úamerkinu. Fiskamerkinu. Eða bóamanninu. Kingsen, það er eitthvað svona samt við, já,
hugsa skýrar eða sjá hlutina betur í ljósi kannski líka. Já, það er þessu. Gæti kannski eitthvað tengst líka eitthvað samt við hest, það getur eitthvað svona eitthvað hlut. Við getum áferð með eitthvað. The Power of Three. Og það er kannski eitthvað svona verkefni eða eitthvað hlut sko, það er svona samvinna eða eitthvað. Eitthvað samt við December. Já, það getur verið að segja það er svona eins og powerful energy shift, it's time for three. Það er eitthvað svona, já, sem þið er búin að vera svona langa að gera þeir svona verða að því eða láta það verða. Þetta er eitthvað sem þið hafi kallað inn. Og þetta gæti verið líka bara eins og svona einhver heitingur eða eitthvað lið sko. Eitthvað samandi við December eða September. Hvað er að koma inn í ljónunni? Ten of Pentacles í ljóni. Fiskur, nautmiðar steingeit. Gæti verið að sé ykkur einn sem hefur svona, þið hafi svona gefist upp eða eitthvað slíkt sko, að yrða á ykkur eða myndi eitthvað verða eða eitthvað og það er eins og að eitthvað vill koma inn og gefa ykkur meir svona clarity eða svona, eitthvað, eða þið ættir að sjá hlutina svolítið betur ljósi og þetta var það samband eða svona fjölskylduna á eitthvað slíkt sko. Það er búið að vera, þú ert ekki alveg að treysta þessu tilbúið eða það sem er að koma sko. Six of Wands. En þessi manneskja vill koma inn og laga þetta verður svona, það sem áður var svona ekki að vita það er eins og að þessi manneskja vill koma inn með meira svona clarity og svona gefa ykkur svona skýra mynd hvað það vill og það verður svona meira ekki bara one-sided samband eða þetta verður meira svona ég vil að gefa jafnt á milli og það hefur verið svona eitthvað svona konflikt eitthvað á milli áður sko. Gæti verið að þú vilji bara líka að þetta sé ekki bara svona one-sided sko. Seven of Swords, ljóni. Já, það er eins og að segja eitthvað svona vantraust og svona treysta ekkert að þessi manneskja kemur inn og vilji laga eitthvað. Þetta gæti verið eins og þetta hafi verið búið að vera svona fram og tilbaka á þér. Treystir ekkert alveg á þetta sko. Það er eitthvað samt eins og eitthvað vill svona reyna að finna leiðir til þess að laga það sem áður var svona búið að skemma eða eitthvað slíkt sko. Það er eins og að sé einhver hérna sem er ekki alveg tilbúin að sleppa þér eða eitthvað slíkt sko, eða öfugt. Að það er eins og það sem þú sérð ekki er það að þessi mennesku vill koma inn og vill fá nýtt tækifæri. Gæti verið slíks eða einhver gæti verið bara ný manneskja líka að koma inn. Já. Já, þetta er eitthvað sem að, já. Það er eins og að hafa verið svona, eins og að hafa verið komið tími
þetta er bara svona eins og hlutinni gerðist af því að það þurfti að gerast eða ekki fleiri sko. Nei, ég ætla ekki að gera þetta. En það er eins og ykkur er að sé eftir að poppa inn aftur. Þetta getur verið manneskja sem er svona, það er rosalega svona sterk tenging á milli ykkar. Þetta er ljónið. Já. Það er eins og að það hefur verið svona, já, endir. Judgment of the World. Og einhver laga kom inn með, kom inn aftur. Það getur verið bara alveg brand new sko. Sem eftir að laga. Annarkvort er þetta eitthvað sem við þekkt á þér eða þá að þetta sé alveg brand new sem er eftir að, þetta er svona eitthvað sem hefur manifestað til þín. Sem er eftir að þetta er svona eins og ósk líka. Kemur inn aftur. Getur bara svona pest life við eitthvað sko. Og það getur verið svona eitthvað sem að er eftir að freista en líka rosa mikið hvort þú eigir, hvað að gera. Til að duga. Bye. Já. Meja. Þið eru næst. Hvað er að koma í ástinni? Hvað er ykkar energy? Og ég ætla að fá eitt spil hérna úr þessu Oracle-spili sem heitir Hercule Astrology Oracle. Sjá hvað er ykkar energy og hvað er komið í ástinni eða hvað er ykkar energy. Intuition. Og það er Blue Lotus hérna. Það er eins og nýbyrjun í ást, það er eins og allt nýtt sko. Það er eins og rosalega mikla tilfinningar og þurfa að tala saman líka sko. Það blátt er svolítið mikið líka svona samskipti og svona. Þetta getur verið kannski ný samskipti að koma inn eða þá að þið viljið meira að tala um hlutina og ekki sóbundir eða eitthvað slíkt sko. Svona það getur verið, já, það getur verið svona dagaskipti eða eitthvað slíkt sko, eða þá að það sé allt svona meira jafnvægi. Það er þessi breyting sem er að koma inn sko. Það getur verið breyting þannig að í sambandi það verið svona meira jafnvægi og svona eitthvað slíkt sko. En samt finnst mér eins og, já, þess að svona meira öðru megin svona verið að gefa. Kannski hefur svona annar aðilinn verið meira að gefa tilfinningalega sér sko. En já, þið fáið líka ginseng. Og þetta er eitthvað sem þið eru búin að vera að hugsa mikið sko. Númer 40. Og já, og þeir eru svona tilbúin að svona manifesta inn sem er gott fyrir ykkur. Það er svona næstunni svona með að þá sjá þeir svona svolítið breytingar svona það koma svo góðir hluti til ykkar svona. Þetta er bara svona litli hlutir kemur inn. Af því að þið eru komin í svona sjálfbalans og þá er eins og bara þá eru þau svona perfect manifestinar. Og það er svo spurning svona hvað þið viljið og þau þurfa svolítið svona að vita hvað þið viljið. Svo þau getur manifestað. Já. Það er eitthvað tilbúið. Það gæti verið eitthvað svona sem það hefur verið áður. Kannski eitthvað svona backstabbing. Gæti verið eitthvað svona
sem að þið hafi þekkt áður sem að þið treystið ekki. Þið treystið ekki alveg hvað verður. The natural world needs you. Fairy of the green world. Mér finnst eins og að þið hafi verið að hýla mikið eitthvað svona svolítið við ykkur og þeir eru svolítið í eitthvað power núna næstur og þeir eru eftir að sjá það að þeir eru að fara svona manifesta til ykkar. Að sjá hvað er að koma inn í ástinni og hvað er eitthvað energy. Gæti verið að sé eitthvað svona kringum okkur sem er svona, þið finnir fyrir svona afbrýðisemi eða eitthvað svona, það hafi ekkert verið að gera gott fyrir ykkur. Five of Cups. Queen of Wands. Það er að koma í ástinni á meginni. Það er það sem þurfa að vita. Mér finnst eins og að þið hafa verið orðið svona vonbrigði með einhverja manneski í kringum hjá okkur sem að hefur bara eiginlega komið svolítið með konflikta og svona chaos eða eitthvað svona og sem hefur vald þess að hlutina hafi ekki verið að ganga eins rætt eins og þið hafa viljað sko. Nei. Gæti verið einhver vilji líka bjóða ykkur svona í ferðalagi eða eitthvað svona til bílferð og rúnd eða eitthvað svona eitthvað spekulum varandi það sko. Gæti verið eitthvað svona til ferð eða eitthvað fleiri eða hvað meira fyrir meira. King of Cups. Já, þið hafið svolítið verið að syrgja bara hvernig hlutin er að fara líka sko, svolítið þannig að þið er ekki að þessi manneskja, gæti verið að þessi manneskja sé bara svolítið þannig og hún er ekki alveg sátt við hvernig hlutin er að farið og þetta gekk ekki eins vel upp eins og þið hafið vonað sko, en það er eins og að núna vil þessi manneskja að koma inn og gera eitthvað konar nýja byrjun og justice og ný byrjun og kannski eitthvað varandi að hafa passionate eitthvað svona dæmi í gangi. Það er bara eins og að já, það er eins og að það sé verið að halda aftur á sér og svona eitthvað að reyna að stjórna því kannski líka. Og það hefur kannski verið þannig að það geti alveg gengið upp með þessi nýja byrjun. En eins og ég sé hérna þá sko það sem er í ykkar energy núna er manneskja sem vill laga en það er eins og að þessi manneskja sé bara verst sjálfur sér eða eitthvað fleiri sko eða já það er svona að vera að halda aftur svo og það er kannski verið eitthvað svona hringrás eitthvað svona aftur en það er eins og að þeir í sko þeir eru að vera svona manifesta samband hérna og það er eitthvað sem þetta er eitthvað sem er mjög öruggt og það er bara eins og þetta eftir detta inn svona þetta er eitthvað samt við plan og þetta getur verið plan með ferðalagi eða eitthvað gera eitthvað flutninga eða eitthvað fleiri sko
þetta tengist eitthvað svolítið því. Gæti verið kannski eitthvað svona, já, mótjóli eða eitthvað svona, já, veit það ekki. En allar að þetta það sem ég sé, sjá, hvað kemur hérna fyrir meginum. For once. Heartbreak. Já. En það einhver hérna sem svona einblína svolítið mikið það sem áður var. Svolítið sem verið að halda sambandi svona ekki alveg að það gangi áfram. Og þetta svolítið svona eins og, já, inn og út eitthvað svona samskipti. Og það eitthvað svona sem hefur verið svolítið að særa þig. En ég ætla að láta þetta duga. Nei, bye. Já, hæ Vog. Þá þið næst. Hvað að koma í ástinni, hvað eitthvað energy. Ég ætla að fá eitt spil hérna fyrir ykkur, eitt Oracle spil sem heitir Herbal Astrology Oracle. Fá eitt hérna fyrir ykkur. Hvað að koma, hvað ykkar energy, hvað að koma í ástinni eða eitthvað sem kemur hérna upp hjá okkur. Sjá hvað setur. Wow, hérna. Wow. Já, það að koma afmælistímabil hjá Voginu núna. Já, það megin. En já, það að koma ástinni hjá Voginu, hvað að vera energy, eitt spil fyrir Vogina. Magician. Það eitthvað að koma inn til ykkar sem þið að manifesta. Gæti verið að þurfa að velja svona kannski á milli eitthvað tvenns kannski. Það eitthvað eitt sem þið hafi á eða þessi manneskja hafi á ykkur. Það eins og það sé ennþá svona búið að taka svona ákvörðun sko hvað skal gera. Það eins og þeirra að taka ákvörðun, taka skrefið, ekki þannig. Eitthvað númer 40. Ginseng. Það eitthvað sem maður búin að vera að hugsa mikið. Þú veist, það svona, mjög, draga fram kvöldin eða eitthvað og opna og byrja einhverju nýju. Vogina, hvað koma inn í Voginu. Sweet memories. Gæti verið að þetta eigi eitthvað svona minningar saman eða eitthvað hlut sko. Eða svona, það eitthvað svona tengsl á milli sko. Og þetta samt eins og þetta sé eitthvað svona nýtt, ný byrjun. Og kannski þetta bara líka þið að svona, já, komast á nýtt tímabil líka sko, með sjálfan ykkur. Og svo þetta guidance, but where will it lead you? Það eins og að sé svona eitthvað svona hræðsla hvað það verður, hvað ákvörðun að taka og eitthvað svona, þetta eitthvað svona eitthvað hræðsla. Og það getur verið að þið hafi svolítið verið mikið að halda aftur af okkur svolítið. Sér þetta svona eins og Frozen. Já, Frozen á stöðnun. Gæti að verið kannski ef þið hafa verið samband eða verið eitthvað stöðnun og ekkert að gerast, skilur, eða það hefur verið svona verið mikið þannig hjá okkur sem eru kannski single líka, það bara svona ekkert verið að vera, sko. Mér finnst þér að segja eitthvað tvennt. Þannig kemur aftur eitthvað svona tvennt sem að koma inn. Eitt sem haldi í núna og kannski annað sem á leiðinni.
En við skulum sjá hvað kemur hérna hjá okkur. Gæti verið, sko, að vera í samskipti þá, kannski eru samskiptin bara fyrir eitthvað svona þurr eða, eitthvað, eða svona, hvað kallast það, frekar, ekki ómerkilega, en já, engin dýpt í samskiptunum, það bara svona, svoleiðis. Hvað kemur meira hjá Voginu, hvað að koma ástina, hvað þeirra einmitt í Four of Swords. Já. Já, það eins og hafi verið stöðnun og enginn vilja taka skarið og eitthvað slið, sko, og kannski vera að biðja eftir að hin manneskja myndi gera eða eitthvað slið, sko. En það eins og að sé eftir að vera breyting varðandi það, sko. Það að koma svona, eitthvað svona samt við ástina og gæti verið ný ást, sko. Það kemur death hérna, sko, og það svona endur á nýju byrjun og eitthvað slið, sko. Nine of Cups. Þetta eitthvað sem að kemur inn samskiptið kemur allt inn og þetta eftir að vera svona breyting allt inn bara eins og því eitthvað finnst bara eitthvað svona upp á þurru. Okkur alltaf að vera þurr. En það já, það svona eins og að það svona standi eitthvað fyrir vegi eða eitthvað við, sko. Gæti eitthvað síðan í eitthvað ágúst, september og desember. Já, Two of Pentacles. Það gæti verið, sko, það sem að stoppa að hræðsla að sé ekki eftir að verða neinu eða ekkert eftir að gerast eða eitthvað, sko. Gæti verið eitthvað svona 22. eða eitthvað svona 2. King of Wands. Three of Swords. Hrútulón og bjóða maður. Það eins og, að þessi manneskja ekki alveg að þora að gefa tilbúð eða gera eitthvað meira, sko. Það eins og, að standa að sér einhverju eins og ég segja nú bara, Ég finnst eins og að segja svona eins og, að það ekki að þora eða það vil ekki taka einhverja ákvörðun. Það vil ekki taka ákvörðun og vil láta þetta, að þú sért að taka ákvörðun með eitthvað. En það hérna, eftir eitthvað ferðalag eða eitthvað eftir að svona hlutina eftir að lagast eða eitthvað slið, sko. Það eins og að þessi manneskja þá viti meira hvað hann vill eða eitthvað slið, sko. Og þetta gæti verið, að þeir fundist kannski að það væri eitthvað annað í spilinu, sko. Gæti verið eitthvað slið, sko. Það eitthvað svona sett strik á reikningin, en það svo að þetta mér finnst eins og þetta sé frekar eins og nýtt samband eða svona nýbyrjun á kannski vilja útslaga bæta eða eitthvað slið, sko, eða eitthvað slið, sko, sem vil koma inn og taka smá svona action eða eitthvað slið, sko, fara og vera að gera eitthvað. Gæti verið svona að vilja
að fara í bíó eða rúntinn eða gera eitthvað svona meira. Og það eitthvað svona sem að hefur verið að stoppa einhvern veginn, það svona eitthvað svona gamalt heartbreak eitthvað sem hefur verið áður. Og ég sé hérna, já, rútilón og bjóðamaður, tvíburur, naut, Amelia, Steingate, það líka Firesun hérna, sportrykku og krabbi. Já, það hefur verið svolítið svona inn og út, svona king of cups. Og þú verður ekkert vita, það gæti verið annað sé kannski önnur mannski sé svona meira svona inn og út og hinn svona, að gefa meira svona tilfinningarlega sé, sko. En það getur verið eftir að sé eitthvað tvennt, eða þá að það eitthvað sem eftir að koma inn sem að verður mjög passionate about you, eða sem eftir að sko, vilja miklu meira. Og það eins og að þú ert ekki alveg að treysta þessari manneskju. Það einhver ástæða. Og kannski hefur ekkert verið samskipti nú undanfarið, en það eftir að þessi manneskja eftir að koma inn og vilja svona laga það. Og já, það svona eins og eftir að koma inn hérna sem að samband sem að eftir að já, það eitthvað núna sem að vil gefa þér alveg 100% eitthvað nýtt. Þetta getur verið eitthvað sambandi við líka stöðuleika vinnu eða eitthvað sem tengist eitthvað sem þið að gera líka og svona við eigum svona margt sameiginlegt. Og þetta getur verið eitthvað manneskja sem að svona hefur komið endir en vill svo núna prófa aftur eða eitthvað sko. En já, það láta þetta duga. Bye. Já, sportrykki. Hvað að koma í ástinni á ykkur og hvað ykkar energy? Ég ætla að fá eitt af þessu hérna. Þessu orgelspili. Svo hvað setjum við hvað að koma til ykkar kæri sportrykkar. Hvað að koma í ástinni? Hvað ykkar energy? Revival. Þetta eins og, já, þetta minnir svolítið á Phoenix. Það eitthvað sem að koma upp aftur sem að kannski var í ykkar lífi áður. Áður, ekki áður, það kannski var áður. Nei. En það eins og, það þurft eitthvað svona mikla þolinmæði, sko. Það búin að ganga gegnum svona eitthvað, alls konar svona, chaos, bara fram og tilbaka, upp og niður, rallala, endalaust. Og þegar eins og núna loksins þið svona getið þið svona farið að fljúga, eins og örninn. Þið sjá hlutina miklu betur ljósi og það eins og eitthvað sé að koma inn líka. Það eitthvað bara að rætast hjá okkur sportrykkar. Eitthvað númer 26 eða 35. Já. Þið eru svona að fá líka svona uppskýra það sem þið erum að fá líka. Þannig að við skulum fá eitthvað meira hérna. Það er að koma inn með sportrykkunum. Sportrykkan. Please don't lose hope. Já. Ghost people.
Já, það er svona verið svona upp og niður og ekki þau verið að ganga upp og kannski verið að gústa og upp á svona það ghost people kemur hérna líka. Það er eins og, já, þurft að loka fólk og svona taka tíma fyrir sjálfur sinna. Autumn is my last chance. Það er haustið mitt seinasta séns, nei. Já, það er eins og eitthvað kannski, eitthvað vilja koma aftur líka sem að hérna sá kannski að grasið var ekkert grænna eða eitthvað fleiri sko eða það var ekkert betra og það hefur bara verið svolítið mikil vinna eða eitthvað fleiri sko. Það gæti verið líka að hafa verið svona eitthvað freisting þarna líka komið eitthvað upp á. En það er fyrir svolítið að segja, ekki mist vonuna þegar það er eitthvað að koma inn svona nýtt inn. Og gæti verið líka, þú veist ekki alveg nýtt heldur bara svona endurnýjun, eða hvað maður kallar það, revival, eitthvað, ég veit ekki alveg hvernig útskýra þetta. Eitthvað meira fyrir sportdrykkan, Armpress hérna, það er naut og vogi. Gæti verið eitthvað, þetta tengist kannski konur sem að svona hefur verið komin endir eða þá að þú sett kona náttúrulega að komin svona einhver endir það hefur verið svona backstap og eitthvað svona dæmi sko og þú hefur verið svolítið svona bara já þú þurft að draga bara í land og draga tilbaka og reyna að finna einhver aðrar leiðir. Síðan að samt sambandina hjá okkur og já, hlutina svona, þetta er eins og núna er staðan svolítið þannig að það er svona tvísýnt hvað verður og ég held að það sé svona báðir aðalega svolítið svona bara kannski ekki vita hvað verður og svolítið stress svona kringu þetta og svona ekki alveg geta séð fram úr hvað verður hérna. Það hefur verið svolítið svona, það hefur verið svolítið stór biti. En það er eftir að hlutina eftir að breytast núna. Það er eitthvað svolítið við sex eða getur verið eitthvað svolítið við Jóni og líka eitthvað ljónir. Og það sem að er að koma inn er sem að, já. Þetta er eitthvað sem að, hefur verið svolítið falið fyrir þér og svona, þetta kemur svolítið sjokkerandi svona kannski að þessi manneskja vilja koma inn aftur en eitthvað svoleiðis sko. Getur verið eitthvað í krabbamerkinu, botnsportdrykki eða fiskur. Það er eitthvað svona staple offer að koma inn sko. Það er eitthvað svona ákvörð sem verið tekinn það getur verið frá þessari mannesku eða þá að þú ert ákveðin að taka þessi tilboð eða þessi sem er að koma inn og svona judgment. Það er eitthvað svona judgment og svona rising up. Þetta er eins og Phoenix líka. Það er eins og lúðurinn hefur verið settur á eitthvað. En það er eins og það fyrir að eitthvað svona að laga og bæta eitthvað, gera eitthvað. Það getur verið, hafi verið svolítið svona, já, það er að laga eitthvað, bæta eitthvað samt við sambandi sjálf, það hefur verið svolítið svona toxic eða svona karmic. Þetta hefur verið svolítið karmic samband sko. Það er eitthvað svona hluti sem manneskja er tilbúin að laga og bæta eitthvað.
og það svo að, já, þessi manneskja vill gefa þér eitthvað sem að getur treyst á að þetta sé eitthvað sem að þess virði, sko. Þú ert eftir að svona, þú veist, að sjá eða heyra fréttir af því. Hvernig að segja. Og þetta gæti verið líka hérna hjá sumum að þetta sé að það sé svona aðrir sem að eru að sýna líka á eða eitthvað fleiri, sko, og þú þurfir að taka eitthvað svona ákvörðun, sko, hvað þú vilt. Gæti verið nautmið og steingill, krabafiskur, bófamaður, bófamaður, já, og svo tvíburi og steingill. En það er eitt hérna sem að koma inn og það eins og þetta sé bara svona í svona nýfara stað aftur eða nýtt samband eða eitthvað sem þið hafið manifestað, að því ég sé hérna par hérna saman, sko. Þetta er eitthvað svona svo þeir séu gift eða hvernig sem það er, og þetta er svona, já, þeir eru tilbúin að fara alveg fullt, og það er eins og þetta hefur þurft eitthvað smá svona hugsun og svona, og að gera hlutinni rétt. Tekið smá tíma, kannski eitthvað svona í september eða eitthvað svona sem að þið séu bara breytingar eða eitthvað fyrir. Þetta er eitthvað svona til meyju líka, nautmið og steingill, og það er eitthvað sem er svona garantí. En þetta gæti verið kannski núna svolítið svona, ekki vita hvað verður. Láta þetta duga. Bye. Jæja, búa minn. Þá kom það ykkur. Hvað kom í ástinni, hvað er ykkar energy? Og ég ætla að byrja að fá eitt orgelspil fyrir ykkur. Sem eru herðalast og Loki eitthvað. Hvað er koma í ástinni, hvað er þeirra energy og búa mannu? Conclusion. Já, það er eins og núna, það er bara eins og þið eru bara að komast í nýtt tímabil, það er bara, það er eins og, já, það er þið eru að fara svona gegnum svona nýjan stað, nýtt hlið, það er að koma eitthvað hérna inn svona líka. Og ég sé það hérna líka steingill hérna, og það er eitthvað sem er búið, þetta er eitthvað svona karmik sem þið hafi verið að ganga í gegnum, og það er svona, þetta er bara, þið eru að fara að loka þessu kafla, og það er eitthvað sem þið getur fagnað. Það er það sem ég sé, og það er svona, já, eitthvað svona spilsbreytingar. Já, kannski er eitthvað sem verið lokið að fá hringi eitthvað, það kom svona símtal, það er eitthvað símtal. Kannski eitthvað fréttir. En já, skulum fá þetta meira, hvað er komið ástinu og hvað er þeirra energy á bóðamannum. Þetta verður eitthvað óvænt. Ég bjókast ekki við. Naughtious Princess, Powerful Personal Growth. Það er, já, það er eitthvað svona rosalega svona stakkabreyting á ykkur bóðamenn. Eða þá þessara manneskju sem er ykkar energy. Og þetta er bara svona eins og að, já, eins og miracle. Það er eitthvað svona sem við bjókast ekki við, kemur inn og einhver er eftir að líða þess að þetta sé ekki satt, þetta sé bara eitthvað, en þetta er að gerast. Það er eitthvað sem gæti verið eitthvað sem þið innsæði eitthvað sem þið að vera að hugsa, verði að veruleika.
verða veruleika. Og þetta gæti verið líka eitthvað manneskja sem að hjá okkur líka sem að að koma inn kannski líka. Og þið fáið 5-5, 32 og 41. Það 5 alltaf einhver breyting og þetta þá eitthvað svona stórt góðar breytingar sem að koma inn hjá okkur góða menn. Hvað að koma í ástinni, hvað að energy hjá góða mannum. Já, það sko, ykkur hefur fundið svolítið verið svolítið höfnurinn varðandi ástina og þið hafi verið svolítið að hugsa hvort að þið hafi verið svolítið bara, ekki sjá hlutina í réttu ljósi eða og ekki vita hvað að gera og hvað að velja og eitthvað slag, hafi verið svolítið svona eins og ég sé svona ómikið að hugsa þetta og först þarna sko. Það komið svona, já, Wheel of Fortune. Svona skýr mynd af núna, hvað verður. Og kannski ákveðið þið hafa verið svolítið svona föst, að það hefur verið svolítið þið bara að halda ykkur föstum eða þessi manneskja hafi verið að halda ykkur föstum svona að þið gátu ekki séð út úr neinu að þið voru sko eins og heldtekinn af ykkur heldtekinn að halda að þeir séu föst eða eitthvað svoleiðis sko, eða þessi manneskja. Hvað er komið í ástinni? Það er að koma ný byrjun, kemur aftur hérna High Priestess. Það er eitthvað svona eins og þið finnst eins og að það séu ykkur að koma inn. Kannski þetta bara þið sjálf og svona taka action á okkur sko, og það er eins og að það verður svona byrðið tekið af ykkur og þetta er hérna eitthvað sem byggust ekki við og þetta kemur inn svona, já, svona allt í einu bara eitthvað símtal eða eitthvað. Gæti var það einhverja ferð eða einhver bíl, sjá. Það kom í ástinni einhvern. Já, þetta er eitthvað ekki sem við byggust við eða eitthvað svoleiðis sko. Og það er eins og frá ágúst eitthvað svona, það hefur verið svona eitthvað finnst þau verið í svona einhverju hálfgerðu ferðalagi, svona journey eitthvað svona sem og svona í einhverju svona ströggli fram og tilbaka kannski. Að það er eins og komið endir á það og það er eins og eftir það er eins og sé bara koma svona ný byrjun og það er hérna eins og það sé bara fast samband sem að er að koma inn. Og það er bara svona svolítið þannig. Það er eins og að þið hafa þurft að klára eitthvað svona, losa eitthvað eða eitthvað svoleiðis sko, til þess að geta sé fram á svo nýja byrjun og það er eins og að hafa mist svona einhverja von varðandi eitthvað það en það er eins og þau þurft að svona, já, vera bara þolinmóð og það er eins og svo hérna eins og ég sagði með þessa símtali eða eitthvað, það er eins og að það verður svona breyting á þér og það er eins og allt komið bara inn og það kemur rosalega hratt og þetta er eins og þið bara svona oft, þetta gerist oft þannig.
það kemur ykkur inn og þeir búist alls ekki við og það ykkur hérna manneskja sem er í kringum hjá okkur núna og það bara eins og að bara það hefur ekki verið rétti tíminn það bara svona það hefur verið svona alltaf eitthvað svona ekki að ganga eða eitthvað en svo eftir að svona koma eitthvað svona breyting nú hvað meira fyrir prjófamennin gæti líka eitthvað samt flutninga líka hérna já, þetta eru einhverja flutningar hing og vans já, þið fáið fréttir eða eitthvað leir sko það er eins og eins og þetta sé svona eitthvað sem þið getið svona já já það gæti verið að svona reyna verið sko að ykkur finnst þið ekki vera svona tilbúin eða að geta tekið skrefin eða eitthvað leið sko af því að þetta kemur svo snöggt inn en það er eins og að já þetta gæti sko var það líka samband að þið séu ekkert alveg svona já ekki vita hvað þið viljið svolítið þetta gæti verið líka svolítið þannig að þið ekki viss hvort að þetta sé kannski manneskja sem þið viljið en já, þetta er bara svona eins og að þið eru svolítið að horfa fram á við og svona taka svolítið ákvarðanir núna sko svolítið og ég sé þetta hlutin eftir að gerast svo hratt hjá okkur og ég sé hérna hrútulón og bjóðumann, krabbi og nautið eða bara öll stjörnumerki hérna. Það láta þetta bara duga fyrir ykkur. Bye!